minnka losun gróðurhúsalofttegunda ekki aðferð sem að gengur, ekki aðferð sem að alþjóðakerfið mun nokkuð tíma ráða við. Allt og dýrt. Það engin leið til þess að ríki heimsfullvalda ríkin muni ná samkomulagi fyrsta lagi hvað því að gera og í öðru lagi sem kannski enn mikið það að taka merkingarlausar ákvarðanir hvað á að gera og svo fer enginn eftir þetta. Það hvernig á að framfylgja þeim. Það ekkert yfirríkjavald, það ekkert að refsa neinum og hvernig á að skipta byrðunum, kostnaðinum. Og það þetta sem alþjóðakerfið ræður ekki við. Enginn vant að taka eitthvað ákvarðan og segja, já við ætlum að gera þetta, kolefnishlutleysi eitthvað, það bara geta markað þetta. Bara viðhaldi Keflavíkurflugvelli, halda honum gangandi fyrir kannana. Já. Eftir sem áður tengist Ísland kjarnorku í afvæginu á norðurslóðum og grundvallar hagsmunum Bandaríkjanna. Þannig að alveg sem Trump, skiptir engum máli hvað gæinn heitir, þeir munu ekki fara hérna, sko. Nei. Bara út af þessu. Já. Það ekki Rússa að gera það. Nei. Þannig, sko, það bara grundvallar hagsmunir Bandaríkjanna að það að eyða Bandaríkjunum á 3 korterum. Og það í Barentshafi við norðan Ísland. Ég ætla að segja að við séum einfaldlega byrjaðir. Ég reyndar á eftir ég tek alltaf í tví. Þannig að það gaman að koma inn á þetta, sko. Við höfum alveg 3 korter klukkutíma. Við höfum bara, hefur þú langa tíma? Já, ég hef langan tíma. Já, við getum þess að vera 2 tíma, sko. Nei, það hlusta enginn á það. Það hlusta, þú ert lítill líðir, sko. Albert Jónsson, hvernig ertu? Hvernig? Já, hvernig ertu? Ég bara fínn. Er það ekki? Aldrei haltur en þá? Já, haltur, nýmjöðum. Já. Þegar Sigurður ringdi. Já, mjadmaliður, já. Mjadmaliður, já. Sko, það sem við langar að gera í dag er að við erum að fara að fjalla keimlíkumál og við gerum síðast. Já. Við erum að fara að fjalla alþjóðakerfið. Ég náttúrulega, sko, upphaflega vildi ég fá þig út á Sýrlandi. Ég vil líka koma eitthvað inn á það. Já. En, sko, þú komst með áhugaverða athugun sem það að við myndum tala alþjóðakerfið gagnvart Íslandi og hagsmunum Íslands. Já. Og sko það sem ég langar að gera er að við byrjum allavega þar. Við byrjum að tala þetta því að þú komst hérna fyrir hálfu ári. Ára að tala loftslagsmálin. Ára að tala minnum kannski endilega hagsmunum Íslands og svo við höfum komið eitthvað inn á það. En núna erum við í síbreytilegum heimi. Hann var byrjaður að forsendurnar að breytast svo mikið. Það ekki endilega að sé einhverju stórar atburðir, þó svo að segja Sýrland sé stóra atburður, en forsendur að breytast rosalega hratt. Það að breytast rosalega hratt svona ákveðinni liðir í því hvernig við horfum á kerfið. Já, og þetta skoðarlega geopólitík að breytast í veröldinni, mjög mikið og sérstaklega og snertir okkur sjálfsögðu. Já, þú varst á fjalla núna bara hagsmunir Íslands og hagsmunir Bandaríkjanna gagnvart Íslandi. Var það tökum aðeins meira á því. Hver eru hagsmunir Bandaríkjanna og af hverju telur að Bandaríkjamenn munu aldrei fara frá Íslandi? Já, sko, til að skilja öryggis- og varnarmál Íslands, þá þurfa menn eins og með mörgmál, þá skoða söguna, hafa sögun í huga. Og þú varst þá fara aftur til 1941. Og þá kemur Bandaríkjaher hingað, fyrsta sinn. Bretar á undan því náttúrulega? Já, en Bandaríkjaher kemur hérna geostrategískri ástæðum, nú er að nota svona fín orð, sko. Og þetta áður en Bandaríkin verða þáttakandi í síðari heimsstyrjöldin. Þetta nokkrum mánuðum áður en Japan ráðast á Pearl Harbor og Amerikanarnir dragast inn og þjóðverðarnir gera þeim mistök að lýsa stíð á hendur Bandaríkjanum og allt þetta. Fyrir þann tíma komaður hingað. Og þarna upphaf að þessu, ef maður kalla það, bandalagi Íslands og Bandaríkjana. Bandaríkin koma hingað ekki sem hernámsaðili, heldur gerður samningur við Ísland, hervendar samningur. Og hvað er í gangi? Það sem í gangi að Þýskaland, nasismans, að ná dominerandi stöð á meginlandi Evrópu. Og það þannig lítið á, í Bandaríkjunum, þetta tók langan tíma og svo einangrunarhyggja hafði var ofan á allt það og árás Japana á Pearl Harbor flotastöðina á Hawaii í desember 41 skipti þetta miklu máli. En þetta að koma og fall Frakklands í júní 1940 ýtti við þeim töluvert mikið. En málið þetta að það eru grundvallar hagsmunir Bandaríkjanna að koma í veg fyrir að einhver stórveldi eða bandalag stórvelda nái ráðandi stöðu á meginlandinu, evróasíska meginlandinu, Evrópu. Af hverju? Jú, vegna þess að þá er lítið svo á að fyrir en seinna
breytist þetta í ógn út á Atlantshaf og í áttina vesturhveli jarðar og ógnar dóminerandi ráðandi stöðu Bandaríkjanna á vesturhveli jarðar. Bandaríkin ráða algjörlega þar og ætla ekki að fá eitt keppnaut þar. Þannig að þeir koma til Íslands vegna þess að teiknin eru þau að þessi þróun sé í gangi. Þýskaland að leggja undir sig Evrópu og síðan bara rétt það leiti sem þeir eru að koma hingað þá gerð innrásinn í Sovétríkjunum og auðvitað fara Þjóðverjarnir að horfa í austur en trúin var sú í Ameríku að þeir myndu klára það mál á nokkrum mánuðum og þá myndu koma alveg fíleldir tilbaka í vesturátt og leggja Bretland af velli og þá opin leiðin út á Atlantshaf og þá Ísland næst og svo framvegis. Hitler náttúrulega gerði líka ráð fyrir þessu og taldi sig geta, það svona svolítið talið hafa verið fall nasismanns og hann taldi geta sig verið að berjast á 2 vígstöðum. Akkurat. En Amerikanarnir sjá þetta svona og þess vegna koma þeir hingað 1941, sumarið 1941 og gera herrverndarsamning við Ísland. Þeir vildi ekki koma hingað sem hernámsaðili. Svo líður síðari heimsstyrjöld. Ísland skipti mjög miklu máli í síðari heimsstyrjöld fyrir hernaðin á Atlantshafi, orrustuna Atlantshaf, baráttuna við þýska kafbáta, ógnin við flutningaleiðirnar yfir hafi, ógnir þar með öryggi Bretlands og síðar náttúrulega ógn við innrásina í Vestur-Evrópu og allt það, Normandí. Og nú síðan vinst sigur í síðari heimsstyrjöld. Og hvað tekur þá við? Það koma Sovétríkin og taka við þessu hlutverki í strategíu og sín Amerikanana. Þannig að þarna ný hætta á að stórveldi nái dóminerandi stöðu á meginlandinu og það er Sovétríkin. Og Sovétríkin falla 1990. Þannig að þetta er 91. Þetta er 50 ára saga. Og ég orðaði sem það í 50 ár, þetta er ekki mjög vinsælt hjá mörgum 50 ár skiptum við máli. Og svo lauk því og við skiptum máli í þessu strategíska samhengi. Svo hef ég bent á að við höfum svo færst út á svona kantinn og út á jaðarinn á sem ég kalla evroatlantíska öryggiskerfið eða alþjóðakerfið, Evrópa austanmegin og Norður-Ameríka vestanmegin og Atlantshafið á milli. Og þetta lokkalda stríðsins, hrun Sovétríkjanna, við fórum svona aðeins út á kant en eftir lifir einn þáttur sem skýrir meðal annars framkvæmdir Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli áhuga þeirra á aðalega viðhaldsframkvæmdir en þá áhuga þeirra á að viðhalda Keflavíkurflugvelli fyrir sig og hann sá að Ísland tengist áfram kjarnorkujafnvæginu og það á norðurslóðum, það upp í Barentshafi og Íshafinu og þar eru Rússar með hryggjarstykki í sínu langdrægu kjarnorkuvopnum í kafbátum. Þannig að þessi geostrategíska saga, hún er mjög áhugaverð og það þarf að hafa hana í huga. Það ætlar að skilja stöðu Íslands og þess vegna Úkrænustríð er ekki strategískt stríð. Að hafa strategíska þýðingu snýst það að Ísland tengist valdajafvægi, stórveldapólitík, hættu eða ekki hættu á stórvelda átökum. Og núna er ekki mikla líkur á stórvelda átökum. Það er alveg á hreinu. Ég held að finnir engan sérfræðing sem myndi segja að líkurnar á 3. heimsstyrjöldin er að vaxandi eitthvað. Það myndi flestir segja þig Rússland myndi fara mjög halloka í þeim átökum. Og það er yfirleitt talið að líkurnar á slíku stríði séu hverfandi. En það er samt eins og það í almennri umræðu samt er eins og að það sé líklegt. Og eins og já, það er svona örtlar á slíku, já. Já, ég nefndi í síðasta þætti að eins og með Norður-Kóreu að það að Rússar séu tilbúnir að taka, þetta er svolítið lítilækkandi fyrir þá að mínum mati þó svo að þessu var varpað upp sem eitthvað stórkostlegt svona, já, eins og þetta væri styrkleikamerki nánast, að þeir gætu leitað til Norður-Kóreumanna og ég hugsa alltaf með mér ef þeir eru að leita til Norður-Kóreumanna og ég var svona pínu lítill í mér gagnvart þessar aðtöðum því að ég er ekki sérfræðingur í alþjóðamálum en ég eftir á móti hugsaði svona með það svona sem maður hefur lesið í þessum efnum að þá er þetta ekki styrkleikamerki og þetta er mjög mikið veikleikamerki og þetta ber þess merki að þú ert orðin alveg svona örkumla af ákveðinni, já, ég veit ekki hvað orð ég á að nota þetta er orðið skrítið umhverfi Já,
sko kalda stríðin líkur og Sovétríkin hrynja og það hverfa alveg líkil forsendur í okkar stöðu og margra annara þetta. Og svo kemur þetta tilbaka að hluta til. Og upp úr 2010 þá byrjaði að endurreisa rússneska herinn. Hann var náttúrulega bara í mólum eftir hrun Sovétríkjanna. Og síðan til að fara hrætt við sögu, svo kemur að þessari innrás í Úkraínu og þá eru væntingarnar þær að Rússar séu búin að efla svo mikið og endurnýja herinn og allt það. Þeir munu leika sér að þessu málið þarna í Úkraínu, en þeir gera það bara alls ekki. Þetta bara einn samfelld rakför og gífurlegt og hræðilegt manntjón og gífurlegt hergagnatjón. Þeir eru núna að keyra eitthvað 60 ára gamla skriðdreka. Sko. Það allt ónýtt. Rúsneski herinn í mólum, algjörum mólum. Og Úkraínu stríðið eins og ég sagði áðan, ekki strategískt stríð, þetta svona lokal átök, geta haft strategískar afleiðingar en hafa ekki haft það ennþá. Þetta er bara þetta ásins stað, sveita héruðum austur Úkraínu og svo inn í Kursk, hinum megin við landamæri. En sko, við ætlum að gera eina athugasemd við það að segja þetta sé ekki strategískt stríð, en núna eru Bandaríkjamenn að fjármagna stóran hluta, Evrópa að fjármagna stóran hluta. Þetta ekki ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Nei, en svona strategískt, Evrópa myndi segja að þetta sé strategískt. Já, eins og við og Ameríka höfum hagsmuni í Evrópu af því að þessi stöðuleiki í Evrópu, en þetta er ekki ógn við öryggi Bandaríkjanna. Úkraína var hluti af Sovétríkjunum í áratugi. Breytt engu með öryggi Bandaríkjanna. Þannig að það þarf að gera hérna greinamun og svo hvað er strategískt mikilvægt og hvað er það ekki. Og sko, eins og ég sagði, svo hverfa það nákvæmna forsendur og kalda stríðing og allt það. Og síðan gerist þessi saga sem ég var að nefna og Úkraínu stríðið hefst og það leiðir í ljós að Rússland ekki mikið herveldi og ekki stórveldi, það bara komið í ljós, það liggur bara fyrir og mun taka á einhver ár að geta farið að ógna nágrannaríkjum og ógna NATO einhver áratugi, skilurðu. En þetta með sem þú varst að tala Norður-Kórea sko, eins og ég sé þá það endanleg sönnun þess að sagan breyttist í grundvallar atriðum með því að Rússland býr núna við feikilega veikleika. Norður-Kórea bláfátækt, ömurlegt, einræðis og harðstjórnaríki, einangrað á alþjóðavettvangi, en sá aðeins sem látið Rússa hafa gífurlegt magn á skotfærum. Hugsaðu, Rússland var til Norður-Kórea ná í skotfæri og nú síðast hersveitir til að hjálpa þeim í Kursk sem að hugsunni bak við það væntanlega svo að þá hafaði mannskap í Kursk sem að annars þyrftir að sækja mannskap til Úkraínu í rússneska hersveitir þar og þannig að þetta léttir á þeim og skiptir það máli. En þetta segir svo mikla sögu þróun heimsins að geopolítíkin hefur tekið algjörum stakkaskiptum. Rússland ekki stórveldi, ekki burðugt herveldi, alls ekki burðugt og nýjasta dæmið að þeir ekki stórveldi Sýrland sem þú nefndir áðan. Þeir fara þarna inn 2015 til að Rússland og lappir sem stórveldi. Hvað þurfa stórveldi að geta? Þau þurfa að geta aðtafla sig fjarri heima á landinu og ég með möguleika á því og svo hafa þeir svona spúki skuggalega hagsmuni í Afríku, þetta svona ákveð tengsl líka frá Sýrlandi til Afríku, en aðalatriðið það þeir að stabilisera sig, koma sér lappið sem stórveldi. Og áhrif líka á mörgum stöðum einu. Já, en þetta raunið, þetta farið. Þeir gátt ekki gert neitt til að bjarga Assad, nánasta bandamanni sínum í Miðausturlöndum, sem búin að halda uppi árum saman. Leggja í rúst borgir og þorpi í Sýrlandi fyrir þennan mann og fyrir hönd þessa bandalags. Þannig að bara enn og aftur, enn einn niðurlægingin sem Rússar verða fyrir. Hvað og veikleika merki. Það var náttúrulega risa vendingar í Sýrlandi, þar sem að maður nafni Abu Muhammad al-Jolani. Já, Jolani. Reiðast hann inn, það svona á reiki hver nákvæmlega þetta eru margir uppreisna heyrir að svo veriðist Já, sumt af þessu var náttúrulega fyrir þetta HTS Kurdar HTS aðilis sem kemur þarna úr norðri og var í Idlib þetta eru margir hópar
en HTS greinlega náði náttúrulega undirtökum. Hann á rætur svona að reykja í Al-Qaida upphaflega. Var nú einhver kom fram mjög einkennileg umfjöllun þetta væri bandamenn bandaríkjamanna sem að væru þessi Giuliani. Ég taldi nú að það var í hæpið. Nei, hann er á lista hjá þeim sem hríðverkamaður, sko. Það var hann að Magna Marinósdóttir sem að komi í fréttir og útskýrði það. Nei, það var svona svolítið einkennileg yfirferð, en með Sýrland, hvað þýðir þetta þegar, sko, fyrir mér sem hefur spáð mikið með Austurlöndum, þá var þetta svolítið einkennilega vendingar. Það er maður sem að kemur inn og með svona, hafði einhver tengsl við Al-Qaida, hafði einhver tengsl við ISIS. Hann kemur þannig og bara einhvern veginn nær að ryðja öll úr vegi, en eftirmálar þessa máls hafa verið þannig að hann svona, þeir tala meira fyrir frelsi, konur tala fyrir því að þetta sé svona ákveðið frelsismál, maður hefði einhvern veginn talið, þetta er einhvern veginn sett bara niður, það verður bara sharia lög og þetta er eins og nýtt Afganistan. Hefur þú einhver svona, tökaði að útskýra af hverju þessar vendingar eru svona einkennilegar og þær hafa verið? Mér finnst það sjálf og sér ekki einkennilega, fyrst og ennst þetta bara opið ennþá, sko. Þessi saga er bara rétt að hefjast og það er ekki bara eftir að koma í ljós hver þessi Giuliani er í raun og veru og hvað mikið á fortíðina skila sér núna og hann ætlar að stofna Íslams ríki, sko. Þannig að það líkur fyrir, en þetta líka komið undir hinum hópunum sem við vorum að nefna og samskiptuna við þá og verða átök við þá og svo framvið. Svo er nú Ísrael hann, sko. Ísrael er komið inn í Sýrland til að gæta sinna hagsmuna og treysta engu greinlega í þróun þessara mála. Þetta er ennþá opið, þetta er ennþá óvíst hvernig þetta þróast og hvernig þetta fer, hver verður ofan á. Mikla líkur að HTS verður ofan á, en þá er næsta spurning hvaða HTS verður ofan á. Og hvernig sjá nágrannarnir það og hvað ætla Íranar að gera. Þetta er ekki bara niðurlæging fyrir Rússa, þetta er mikið niðurlæging fyrir Írana sem voru líka nánir bandamenn Assads Sýrlandsforseta og höfðu lagt mikið undir þarna. Já, eru Íranar sko að missa allir tökin því að þeir eru núna sjálfur að eiga við svolítið erfið innanlandsmál sem hefur að gera með allskins svona sumt af þessu er rosalega svona mikið svona smámál, þeir eru að takast á við það að vera að slá hattana ofan af svona erkiklerkum og fleira þar fram eftir göttunum sem er svona eitthvað merki það að sé eitthvað svona í uppsiglingu. Konur hafa náttúrulega mótmælt hana mikið, það var svona kæft niður en þar hlýtur að krauma hana undir. Sko, í þessum svona breyttu heimi þar sem að Íranar eru að missa tök, Rússar eru að missa tök, hvað þýðir þetta fyrir Kína? Kína er búin að vera þannig einhvern veginn svona viðloðin við Rússa, ekki búin að lýsa yfir stuðning, en eru svona veita þeim ákveðin svona, getur til þess að takast á við erfiða hluti með því að gefa þeim olíu og önnur verðmæti. En núna er einhvern veginn þegar þetta er fallið, er Kína núna orðin stressaði líka? Já, sko, hvað var það Mið-Austurland, þá er Kínverjar mikla hagsmuni þar. Kínverjar fá núna mikið olíu frá Mið-Austurlandum og þeim er ábyggilega ekki vel við nein minnstu merkjum einhvern stöðuleika eða nýja stöðuleika eða auki stöðuleika í Mið-Austurlandi. Ég held að það lítið þannig út. En Kína er náttúrulega Kína er núna næst mesta óblóðsta stórveldi í heiminum eftir Bandaríkjunum. Og alþjóðamálin og alþjóðakerfið er nú þegar farið að mótast að miklu leyti af þessari samkeppnu Kína og Bandaríkjanna. Trump er að verða forseti, það er engin ágreiningur milli hans og forverans eða republikana og demokratin, það er Kína er öflugasti andstæðingur sem Bandaríkjanna keppinautur skulum segja þá, sem Bandaríkjanna nokkti hótt fram að í. Sovétríkin voru ekki neitt með við Kína. Vegna þess að Kína er ekki bara vaxandi herveldi, Kína er mjög öflugt á viðskiptasviðinu, á tæknisviðinu og Sovétríkin hafði ekki neitt á þessu. Þannig að það sem er að byrja og mun aukast er samkeppni Kína og Bandaríkjanna alþjóðakerfið, undirtök í alþjóðakerfinu. Svo ég vil orða þetta almennt, þetta er náttúrulega á þeim stað núna, þetta er almenn þróun. En það hefur verið lengi?
Nei, ekki þeim mæli sem það er núna og Kína hefur ekki haft lengi það afl sem það hefur núna. En þess vegna veltum maður fyrir sig hvort að þetta hafi ekki þá beðið ákveðna hnekki með þessar forsendur, því ég meina þó svo að Kína hafi ekki verið styrktaraðili þessar aðila, þá hafa reitt sig á eins og þú varst að tala um Miðausturlönd. Núna virðist vera sem að það er áhrifasvæði vesturveldana gæti jafnvel komið til með að aukast í kjölfar þessara atburða. Já, kannski, það er ósnefnt að álíkta sem svo. Vesturlönd hafa ekki ennþá einhver undirtök í Sýrlandi til dæmis. Og Ísraelsmenn fara ekki inn í Sýrland, þeir fara inn í Gólanhæðir, bara að tryggja ákveðna taktíska hagsmuni á landamærunum, skiljanlega frá þeirra sjónarhóli, sko. En þeir ætla ekki að taka yfir Sýrland, alls ekki, sko. Þannig að ég held að þetta líti ekki svona út fyrir Kína, almennt bara hefur Kína þá hagsmunum í Austurlöndum að það sé ekki verið að rugga bátnum mjög mikið, sko. Ég held að þeirri stöðu núna. En það sem ég segir að Kína, og við getum aftur farið að sko, stöðu Ísland, það er mjög áhugavert að sko, pæli því, ég sagði áðan að Ísland hefur náttúrulega farið aðeins út á jaðarinn í það sem kallaði Evró-Atlantshafssvæðið. Og það er miðdepill alþjóðakerfisins er ekki það lengur, sko. Evrópa er ekki miðdepill alþjóðakerfisins eins og hún var árhundruð. Miðdepill alþjóðakerfisins er og verður í sívaxandi mæli Asíu Kyrrahafssvæðið. Hverju það? Kína og Bandaríkin eru stórveldin að þessu svæði, svo Indland líka. Og það sem mun gerast er að meðal annars er að það verður sívaxandi samkeppni um ríki í heiminum. Hvorum megin ætlar þú að vera í þessari samkeppni eins og menn lentu í kaldastríðinu. Og 2019, allt í einu, þá koma 2 miklir áhrifamenn frá Bandaríkjum í heimsókn til Íslands. Í sést í áraraðir. Slátt fyrir að við skiptum miklu máli fyrir Bandaríkin í kaldastríðinu. Hver er þetta? Þetta er Pompeo, utanríkisráðherra Trumps og Pence, varaforsetinn. Pompeo kom veturinn og Pence haustið. Þeir eru ekki að koma hingað út af Rússum. Þeir eru komið hingað að tala Kínverja. Kína og áhrif, vaxandi ótta við áhrif Kína og norðurslóðum og svo tiltekki fyrirtæki. Huawei, kínverskur tæknirissi og fjarskipta fyrirtæki sem er nú með, búin að koma sér fyrir einhverju leiti á Íslandi. Þetta var áhyggjefni, sko. Og við munum horfa það í vaxandi mæli að það verður komið til okkar og annar og það, hvorum megin eru þið í þessari samkeppni og við munum auðvitað, gerir ráð fyrir velta að lenda okkar manna megin, bandaríkja manna megin, augljósir bandamenn okkar. Síðan er náttúrulega annað, að ég var að segja að Ísland er svona komið út á kant, bara eðlilega, bara kaldastríðinu lauk og Sovétríkin hrundu og hættan á því að eitthvað stórveldi dóminir Evrópu, hún er farin, men Rússland er ekki arftaki, Þýskalands nasista eða Sovétríkjana, það er það bara ekki og verður ekki. En svo er önnur þróun í gangi. Hún er aldrei svona til lengri tíma litið og það er hlýnun jarðar. Og hvað áhrif getur hlýnun jarðar haft? Hún getur haft þau áhrif og er að byrja að hafa þau áhrif að þinna ísinn á norðurskauti og ef þetta enda með því að norður-íshafið opnast sem er fræðilegu möguleiki eftir 50-70 ár. Það er ekki langur tími í hugum Kínverja, 50-70 ár, notabenni. Þeir hugsa mjög mikið í langtíma samhengi, fræði fyrir það. Að þá er þetta opnast leið milli Asíu, milli þessara tveggja svæða sem ég nefndi á, Evró-Atlantshafssvæðið og svo miðdepill kerfisins sem er Asía Kyrrahaf, þá myndi það leið yfir pólinn milli þessara tveggja svæða. Og þá eru við náttúrulega aftur kannski komnir í alfaraleið Íslendingar eða Ísland. Og snett á fullilega fyrir eftir því hvernig flutningarnir fara fram yfir Íshafið og hvað þarf að byggja mikil sérúbúin skip, hver lengi og hvað eru þau dýr og borga sér sigla til Íslands og umskipa það skilja, þetta er svona, en allan í grundvallaratriðum, ef þetta gerist, að Íshafið opnast vegna hlýnunar jarðar, ísinn bránar, þá hefur orðið mikil breyting á veröldinni. Og hún er þessi, og við erum það náttúrulega á kortinu. Þannig að mér finnst oft að gleymast í umræðu að horfa á hlutina í þessu samhengi.
í svona stóru drætti og lengra tímabil. Það skiljanlega menn verða og fastir í hvað að gerast í dag og hvað í sjónvarpinu í kvöld og allt það sko. En til að skilja forsendur, þá þarf ofta að gera þetta svona. Horfa aftur til 1941 eins og vorum að tala áðan og rekja sig fram til hruns Sovétríkjanna til að skilja stöðu Íslands og skilja hvað hún breyttist mikið við hruns Sovétríkjanna og svo skoða það hvað orðið Evrópa ekki lengur miðdepill alþjóðakerfisins og fer jável dvínandi sko, enn frekar efnahagsörðuleika og Asía Kyrrahaf hefur tekið við og við erum þetta út á kanti, það braugljóðst við erum ekki einhverjum lífskjara skilningi, heldur svona strategískum skilningi það er mjög gott Íslendingar, það er rosalega gott það er aldrei haft það eins gott, sko, eins og eftir að kalda stríðinu lauk og Sovétríkjunum, þetta er ekkert með það að gera en við erum fullir þáttakendur í alþjóðakerfinu að sjálfsögðu, en í strategískum skilningi höfum við færst til og það sem eftir þessi tengslu kjarnungujafvæði á norðurslóðum eins og ég nefndi og þetta er mjög gagnlegt að horfa á þessa hluti svona, ekki bara vera í hvað var að gerast í síðustu viku í einhvers staðar sko. Þú varst að fjalla að umræður loftslagsmál sé að breytast og ég held að þessi hlutir enda bara af almennri þróun. Ég held að sko svona hugmyndu okkar af því hvernig pólitískar umræður eiga að vera háðar hafa verið einmitt í svona hvað er að fara að gera næstu 4 árin, erum við með erum við að fara að loka EHF-gatinu, erum við að fara ótrúlega svona lítil atriði. Já, þess að skipta líka máli. Já, skipta auðvitað líka máli, en ekki í svona stóra samhengjuna að mínum mati. Já, en ég meina líka sko, bara að horfa það í stóru dræðin, það hjálpar þér að skilja líka það sem er að gerast í dag, skilur. Það sé að fara, sko. Já, en mér finnst við vera að færast meira yfir í það svona eiga raunverulegar samræður og við hittum sérna fyrir hálfu ári og eins og ég var að fjalla núna í byrjun, þá hefur ekkert mikið breyst þannig fyrir okkur, en forsendur hafa rosalega mikið breyst, umræður hafa breyst. Umræður loftslagsmál hafa breyst og þú fjallaði náttúrulega það síðast og ég svona fannst svona pínu skrítið að það hafi ekki náð meira flugi út af því að þú sagðir bara loftslagsmál verða ekki sko lögu eða hvernig sem við viljum horfa það með alþjóðakerfinu. Alþjóðakerfið ekki að fara að takast á við þær áskoranir og ég held að það sé ennþá rétt í dag, en það líka það sem ég tel að sé gott að við erum einhvern veginn átt okkur á því. Og þú skrifar hérna í pistli, loftslagsmál í grunninn alþjóðamál, enda virða gróðurhúsalofttegundir auðvitað ekki landamæri. Loftslagsmál eru jafnframt innanlandsmál af því að á þeim vettvangi þarf að taka ákvarðanir sem eru nauðsynlegar og til þess að árangur náist á alþjóðavettvangi. Og það er þetta sem að mér finnst svona hafa náð aðeins meiri og svona ofnbæri umræðu út af því að við höfum verið í rosalega svona global hugmyndum svona okkar ábyrgð á því að takast á við þetta. En við gerum kannski minna ráð fyrir því að okkar hagsmunir sé einhvern veginn undir, kannski út af því að það góðu lífsskilyrði og það auðvelt að hugsa svona, já, ég meina við hljótum að geta að redda þessu, en núna til dæmis teikn í Evrópu það, bara hvað var það, gervigreindamál, þeir ætla ekki að vera að taka mikið þátt í því og raun ber vitni. Ég er búin að tala við fólki í þessum geira sem að segja bara, Evrópa mun ekki hafa neinn tækni fyrirtæki ef að fram fer sem horfir og þá einhvern veginn fer núna sjónar með okkar að snúast meira það hvað áhrif hefur þetta okkur og ég held að það sé mjög gott að við séum að eiga þessar samræður, ég held að þú líki hérna við sem samfélag þurfum að eiga þessar samræður, ég þú líki það en aftur á móti þá er það á það svolítið við hér sko. Já, sko þú komst inn á sko tengsli milli innanlandsstjórnmálana og alþjóðastjórnmálana þegar kemur á loftslagsmálum, það klemman sem málið í meðal annars, það marga klemmur og hún svo að leið og líkil ákvarðanir eru innanlands ákvarðanir í loftslagsmálunum að þá breyta það mjög litlu fyrir veröldina ef það skila sér ekki í einhverjum ákvörðunum á alþjóðavettvangi og þær eru ekki að gera það. Það ekkert að ganga í loftslagsmálum á alþjóðavettvangi, ekki neitt. Það var nýlega fundu, ég skrifaði það, Azerbaijan, það var bara afturför. Þeir samþyktu 200 miljardar dollara, það bara peanuts, sko. Kemur ekki eins og nálægt vandamálinu. Hitt sem gerðist ekki á Azerbaijan fundinu var að það átti að halda áfram umræðum að minnka sko, hlut jarðefnaeldsneytis. Það var ekki það fór allt út í skurð sko. Þetta COP29 þá? Já, COP29, núna daginn í Azerbaijan allt gerðist ekkert
og ef einhvað bara afturför og ég hafði líka, ég var fylgst með því sko, og það var svo greinilegt og það ekki fyrsta á síðustu árum sífellt minni áhugi í alþjóðlegum fjölmiðlum og netinu á þessum fundum það þeir ekki skila neinum það málið, þetta ein hliðin á þessum loftslagsmálum og minna alþjóðakerfið kerfi fullvalda ríkja það ræður skiljanlega lægsti samnefnarinn þegar á að taka ákvarðanir, hvað á að gera en það ákvarðanirnar eftir því sá sem vil fara sko, að gera minnst, hann ræður á endanum svo náttúrulega inn í þessu líka skiptir hver hefur völd sko, en allan að lægsti samnefnarinn megin reglan og svo eru svokallað þróunaríki í heiminum þau ekki sko aðferðin sem við notum að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, minnka notkun jarðefnaeldsneyti, olíu og gas, kol þessi ríki ekki á þeirri braut, þau eru að fara í gagnstæða átt en Indverjar ætla að eignast sko milljónir af loftkælingartækjum sko, þeir ætla að fara að borða meira kjöt allar þessar þarfir og væntingar þessa fólks snúast jarðefnaeldsneyti og það verða aldrei að veruleika án jarðefnaeldsneytis þannig að sko þetta er svona stærðagráðan sem menn standa frammi fyrir og þetta hinn alþjóðlegi vandi og eins og ég segi líkil ákvarðanir þegna innanlands en það skiptir engu máli ef það skila sér ekki á alþjóðavettvangi þetta fyrirbæri sem virðir engin landamæri og þú nefndir og einalega hugsanlega leiðin framhjá þessum augljósu og skiljanlegu einkennum og eðli alþjóðakerfisins hún liggur bara að mínum mati og margra annara, Bill Gates og fleiri, að í tækni og vísindum og finna bara umbreyta orkumálum í heiminum. Það engin önnur leið út úr þessu og halda áfram þessu strefi að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og banna einhverja bíla og það bara, við Íslendingar getum farið í orkuskipti með bílan okkar sko. Við framleiðum hreina endurnýjanlega orku til að knýja rafmagnsbíla. Það ekki mjög margir í heiminum og mjög fáir sem gera það sko. Kínverjar eru rosalega mikið á rafmagnsbílum. Það allt gert á kolum. Svo bíllinn sé á rafmagni eru kolum, skilur þau. Þannig að þetta ekki að ganga. En við höfum svo möguleika hins vegar en jáfnvel þó við myndum setja alla bílana á rafmagn. Fólksbíla, rútubíla, vöruflutningabíla, allt þetta dæmi. Það innan við 5% af losuninni og heildarlosuninni á Íslandi. Já, þú leist allt þetta dæmi. Það ættum við eftir 95%. Þannig að bara enn og aftur sko, að minnka losun gróðurhúsalofttegunda ekki aðferð sem að gengur, ekki aðferð sem að alþjóðakerfið mun nokkuð tíma ráða við. Það allt og dýrt. Það engin leið til þess að ríki heimsfullvalda ríkin muni ná samkomulagi fyrsta lagi hvað því að gera og í öðru lagi, sem kannski enn mikið það að taka merkingarlausar ákvarðanir hvað á að gera og svo fer engin eftir þetta. Það hvernig á að framfylgja þeim. Það ekkert yfirríkjavald, það ekkert að refsa neinum og hvernig á að skipta byrðunum, kostnaðinum. Og það þetta sem alþjóðakerfið ræður ekki við. Enginn vant að taka eitthvað ákvarðan og segja, já við ætlum að gera þetta, kolefnishlutleysi, það bara ekki að marka þetta. Skilur þau? Þannig að leiðin út úr þessu auðvitað tækni og vísindi, en við Íslendingar erum svona sérstaka hlið á þessu. Og hún svo að við erum á allt öðrum stað en allir aðrir. Og erum búin að vera að vinna því frá því eftir 1930 sko. Og það veit allir hvað ég á við sem að hlusta. Það náttúrulega, við erum byrjuðum að hitaveituvæða á 4. áratugnum, hérna á Reykjavíkursvæðinu og síðan upp úr 70 þá verður gífurlegt átak hérna, ekki bara í jarðhita, heldur líka virkjun fallvatna og við erum með í okkar orkubúskap 85% endurnýjanleg orka. Meðaltalið í Evrópu 18%. Og enn minna ekstra annars það, skilur við. Og það þýðir það að það er bara þekkt í þessum bransa eftir því að ná lengra í að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Þeim mun dýrar að halda áfram. Og við erum á þeim stað, hinir eru á þeim stað að þeir geta farið að auka kjarnorku heima á sig, þeir geta farið að auka hlutfall jarðgas, þeir geta auki skilvirkni bara nýtingu eldsneytisins og stór hagkerfi sem geta það. En fyrir okkur, hvað ætlum við að gera? Leggja togurum, loka álveri, skilur, við erum á þessum stað.
Þannig að við þurfum að við getum býða mín skoðun svo við eigum náttúrulega bara að taka upp, við vorum með stefnu sem byggðist okkar sérstöðu og við erum bara að taka hann upp aftur og býða þar til aðrir að fara til að nálgast okkur í endurnýjanlega orku vegna þess að það verður engin leið, það er algjörlega vonlaust að það verður nokkuð tíma pólitískt samkomulag þann kostnað sem að Íslands samfélag þyrfti að bera til þess að standa við skuldbindingarna markmiðin og það er bara fáránlega dýrt og þá kem ég að þessu sko, sem ég er alltaf að spyrja hvers vegna er aldrei í umræðinu hér eða í opinberri stefnumótun spurt hvaða afleiðingu hefur það fyrir íslenska loftslagsstefnu að við erum með 85% af okkar orkubúskap í endurnýjanlegri orku. Hvaða afleiðingar? Engar afleiðingar. Auðvitað ekki. Þetta er einhvern veginn svona, má ekki tala þetta, ég vil ekki orða það, ég tek ekki samsæriskenningar sko, en þetta er einhvern veginn, bara ekki í umræðin. Ég ætla að fá Albert að fylla henni í eðunar, út af því að sko, þetta er náttúrulega, þetta er eins og, ég rætti við Halldór Armand samráðsframleiðinni, þar sem að við værum búin að skapa okkur ákveðin ramma, svona kurteisis ramma undir þeim formerkjum hvað við mættum ræða og hvernig við mættum ræða. Og þegar loftslagsmál hafa allir verið til umræði, sérstaklega svona upp úr 2019 og til 2022 eitthvað svoleiðis, þegar þetta var rosalega mikið, náttúrulega samhliða COVID, að þá var þetta alltaf rætt undir þeim formerkjum, sko, við vorum svona, svo ég fæði sletta svona different shades of grey í þessum umræðum, skilur við, vorum að tala um flokkun, vorum að tala um jarðefnaeldsneyti aðeins að minnka greiða niður einhverja bíla 900.000 krónur banna dísilbíla já, það var eiginlega bara stærri aðgerð sem náttúrulega er alveg glórulaus en það sem er aðeins að breytast í umræðum þetta er að við erum einmitt farin að spyrja sko líka þú þarf að tala um við þurfum að bera virðingu fyrir náttúrunni. Stór spurning í þessum efnum er líka bara, við þurfum líka að bera virðingu fyrir framtíða kynslóðum. Og núna í þessari umræðu að mínum mati eru þessi tvö sjónarmið farin að stangast miklu meira á. Út af því eins og þú varst að fara yfir, við erum búin að sko sinna þessum ekki skuldbindinga, þessum markmiðum, miklu betur heldur en flestir aðrir. Já, við erum mjög langt frá því að ná okkar markmiðum. Sko, en okkar markmið er svona þegar formerkjum að þetta séu prósentutölur af því hversu mikla losun við getum viðhafið. Það er bara galið sjónarmið þegar að eins og þú varst að segja, margir 20% hjá okkur eru endurnýjanleg orka. Já, vegna þess að við byrjum á öðrum staðin aðrir. Það er lykilatriði í mínum, það sem ég er að segja. Aðrir hafa alls möguleika ódýra, innan gæsalapa, möguleika sem við höfum ekki. Já, við þurfum bara að byrja á þessu rándýra sko. Og Sigga Andersen hefur bent á þetta, Eldur Ólafsson hefur meðan hann bent á á þjóðmála kvöldi. Og fyrir hinn möguleikin sem okkur sendur bóða er að kaupa loftslagsheimildir fyrir milljarð ofan sko. Ætlum að fara þá, verður samkomulag það í íslensku samfélagi? Ég held ekki. Já, svo erum við líka bara að gera grína okkur með því einhvern veginn ætla að fara að greiða niður eitthvað skammargjald fyrir flugumferð og eitthvað annað sem að ég vona bara að næsta ríkisstjórn muni láta aldrei verða að veruleika og munum standa lappina gagnvart því. Já, menn þeim áleiri bara í ógöngum sko. En svo haldir aðeins áfram að tala óvarlega og óabyrt. Og ég var ekki það því. Nei, ég veit að ég er að djóki þér. En ef þú leifir þér að tala óabyrt og óvarlega, hvernig ætti Ísland að þínum mati að viðhafast núna til segjum bara skamstíma, næstu 5-10 árin. Hvað ættum við að gera út af því að þú segir réttilega að mínum að við erum ekki að fara að takast á við þetta á alþjóðasviðinu. Þetta er bara eitthvað neginn svona Þórður Gunnarsson sagði nú í viðtali fyrir skömmu að þetta var einhver kjaftaklúbbur, þessi COP ráðstefna. Já, það er alveg að segja það kemur ekkert út úr fundur eftir fund, það er ekkert að koma út úr þessu. Nei, en hvernig ættum við þá ef við hugsaum hagsmuni Íslands sem að hefur ekki verið mikið á dagskrá. Nei, og stóra spurningin, henni er enn ósvarað. Já. Af hverju, hvað afleiðingar hefur 85% endurnýjanleg orku í okkar orkubús, hvað afleiðingar hefur það fyrir okkar stefnu? Ég hef aldrei fengið svar við þessari spurningu. Aldrei. Við erum með sömu stefnu allir aðrir sem eru með 18% eða 15% endurnýjanleg orku. Þetta gengur ekki upp. Er ekki bara svarað ef við séum svolítið að gera grína á okkur? Ég hef nú ekki orðað það. Ég bara bent á leiðin út úr þessu ég er með þá reyna menn ætla ekki að borga þetta sem þetta kostar og án þess að vita nokkuð hver árangurinn verður í framtíðinni
og meðan Kínverjar opna eitt kólaver í viku, sko, skilurðu, hvað ætla íslenskur almenningur að borga mikla peninga? Auðvitað ætla íslenskur almenningur ekki að borga. Auðvitað skilja venjulegur Íslendingur það að fólk sem er með 85% af sín orkubúskap í endurinn á ekki að vera að gera sama og einhverju sem er á einhverjum allt öðrum stað. Það er bara þannig. En við eigum bara að taka, hver eru okkar hagsmunir, þeir eru algjörlega skýrir, við höfum staðið okkur mjög vel og við eigum bara að hægja á og segja, ok, þegar aðrir fara að nálgast okkur í endurnýjanlegri orku, þá komum við. Þangað til, bara ætlum við ekki að styrta þessu samfélagi niður, efnahagslega. Svona vil ég að einhvern tíma verði talað þetta bara til að taka þá umræðu, skilur við. En við, sko, nú velti ég fyrir mig samt, sko, ef við tökum hina hliða þessum pening, spyrjum okkur, værum við þá bara að gera okkur ekki, eða værum við þá ekki óumflýjanlega að gera okkur ógildandi á utanríkissviðinu. Við myndum mæta á fundi og segja bara, heyrðu, það er ekki að ræða við sem að fara að taka þátt í neina þessu kjaftaði. Þegar að þið eru komin á okkar stað, þá heyrið við ykkur, ég er farin. Já, ég sagði að þið nálgast okkur, já. Já, ok, þegar þið eru komin að byrja að nálgast okkur, þá skal við koma á ræði. Ég er með alveg bara konkrétt svar við þessu. Vegna þess að ég var þáttakandi í því. Veistu hvað Kyoto-bókunin var? Já, ég veit alveg hvað það er. Hún var fyrst í svona fasin í þessu 94 er það ekki? Já, 97, 8 já. Fyrst í fasin í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þá myndu Vesturlönd taka hann bakka og eitthvað svona og ég var í samninganefnd Íslands þetta og forsætisráðherra í þessu og þegar fram í sótti, ég ætla ekki að byrja alveg á byrjunni, en þegar fram í sótti, þá kom við með þá tillögu að það verði tekist tillit til sérstöðu Íslands. Fyrsta lagi, hvað við erum með mikið hátt hlutfall af endurnýjanlegri orku. Og í öðru lagi, þetta snerist álver og virkjanir. Í öðru lagi að það sem við þurfum að gera, byggja álver og stóra virkjanir, hefur svona fundamental þýðingu fyrir okkar hagkerfi og miklu stærri projekt hlutfallslega í okkar hagkerfin sambærileg verkefni væri í öðrum hagkerfum því þau eru svo stór, skilur. Þannig að bara með öðrum orðum, Ísland hefur sérstöðu í orkumálum og það var náttúrulega grundvallarandið sérstöðu okkar í orkumálum veldur því að það að taka tillit til hennar og við erum undan þá í Kyoto-bókuninni. Og undan þá hann á snúst að við getum byggt þessi álver og losunin sem kemur frá þeim, við höfum að tala 60% aukningu á losun Íslands, eitt af því sem við máttum helst ekki tala sko, með þessum orðum eins og ég er ekki að hún verður ekki talið með. Við fáum hana undan skilda í okkar bókhaldi. Og þetta var svona smá streð sko, þú voru að tala að við erum eitthvað útrópaðir, þú sagðir það nú ekki, en myndum lendi erfiðleikum með alþjóðavettvangi með svona frekju stefnu eitthvað svona, hvað er hann kallað? En sko, það voru nokkrir aðilar sem gerðu athugasemdir. Fyrsta hópurinn sem við höfum svona ákveðna samúð með samninganefndin, það voru Suðurhafseyjaríki. Og þeirra málflutningur eins og þannig að það er svona, sko, ef þú bara gefur þér að þetta haldi bara áfram, línu og jarða, þá bara förum við á kaf. Svona eyjar, þú veist, bara Maldaví, Bergur, Málsvari og minna, það er bara mjög stutt í það að byrja að flæða inn á land hjá okkur sko. Og við höfum samúð með þessu og ég man á einum fundi með þeim að fulltrúum þeirra, þá voru þeir að segja að við höfum engar áhyggjur af ykkur Íslendingum, við veitum alveg, þið erum með allt ykkar mál, orkumál og allt á hreinu. En við erum, það sem við erum áhyggjur af, eru stærri fiskar sem myndu elta ykkur og nota ykkur sem fordæmi fyrir að fá einhver undanþágu sjálfur, sem eigaði ekki skilið, sko, sína. Þannig að við sagðum bara við að, nei, við erum búin að alveg búa til tillögu sem á bara við Ísland. Það var hitt trikkið í tillögu flutningi okkar. Bara við Ísland. Það er ekkert land sem er með þetta háa hlutfall endurnýjanlegri orku sem ætlar að fara að byggja álver og þannig að það er ekkert fordæmi. Síðan voru aðilar eins og Kanada sem var með sérstaka hagsmunir sem lágu í einhverju tjörusandur eitthvað sem þeir ætlaði að fara að nota held ég og höfðu áhyggjur af því að við værum að skapa
og já, svo var Evrópusambandið svona áhyggjur svona almennt fordæmi og skiljanlegt og allt það, við vorum bara alltaf að segja nei, þetta er ekkert fordæmi, þetta á bara við okkur. Svo fjallumst við á þetta í tímabund og allt það sko. Þannig að það sem ég ætla bara að segja að það var ekkert stórvirki að koma þessi í gegn á alþjóðavettvangi. Það skilja allir okkar stöðu. Það vita allir, í Evrópu vita allir, Ísland, það er eldfjöll og hver og þessi almenna ímynd af Ísland er þessi. Bara útlendingar sem þú hittir, þeir eru allir með þetta að reyna. Það er allir með að reyna, við erum ekki með rjúkandi ykkur að kola að vera að strompa og svo frá með. Þannig að þetta er ekki erfitt mál, þar sem ég segja, að afla slíkri sérstöðustefnu, stuðnings, alþjóðavettvangi, er ekki erfitt fyrir okkur. Þannig að þú ert að segja það að þeir sem hafa verið málsvarar okkar undanfarin ár séu meðvirkir hryggleysingjar. Hvað meinar málsvarar okkar? Á alþjóðavettvangi. Fyrst að þetta, þú veist út að segja, þetta hefur breyst. Nei, ég meina þessari stefnu. Ég er að stríða. Ég hef svarið líka, ég hef skrifað þetta. Þessari stefnu sem lága baki íslenska ákvæðinu eins og þetta var kallað, fengum þetta samþykkt sko, og vettvangi Kyoto-bókunarinnar, að henni var breytt 2009. Það tók ný ríkisstjórn við og það var málflutningur, ég rakið þetta í grein, málflutningurum var einhvern veginn svona, af því að við erum með sérstöðu í orkumálum, þá erum við að gera það miklu meira en aðrir. Ég hef aldrei skilið þessa hugsun, aldrei nokkuð síðan. Þetta er Jóhannsstjórnin. Já, við erum að taka á, við erum að vera í farabroddi í heiminum, við að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Akkur í ósköpunum. Við erum búin að vera að vinna í því síðan upp úr 1930 og ná miklu lengra en okkur annar í að minnka losun gróðurhúsalofttegunda miða við framveginn og líka auki framleiðslun okkar, skilu, ég er ekki engin kjáni, sko, ég veit það allt saman, opna álver allt það, en hlutfallið, það er sagt sko við losum álíka mikið af gróðurhúsalofttegundum og önnur Evrópuríki og jável meira. Það er alveg rétt, við losum álíka mikið. En þá er þetta að tala tonn per mann. Já. En ef þú skoðar alþjóðlegan samanburð, hvað losa Íslendingar mikið miðað við hvað þau framleiða mikið, þá erum við, ég held, 3. sæti í heiminum. Með ríkjum sem reyða sig á kjarnorku, sko, sem er hreinorka. Þannig að það er alltaf, sko, þú velur bara hvaða stærð viltu, sko, og menn hafa verið að velja, við losum jafn mikið og aðrir og eitthvað svona. Það er ekkert að segja. Hvað losar mikið miðað við framleiðslu? Er þetta lykilatriði? Og ef þú ferð á netið, þá sérðu svona töflur, sko, bæði losun í tonnum per haus og losun miðað við framleiðslu. Og þar erum við í fremstu röð í heiminum að sjálfsögðu. Aðal framleiðslugrein okkar sem er virkilega ekki í endurnýjanlegri orku er náttúrulega fiskveiðarnar. Bara skiljanlega. Togararnir keyra ekki á hérna rafmagni, sko. Nei, svo erum við með, sko, í sambandi við það, þá hefur maður heyrt alveg svona glórulausar hugmyndir það að við séum að fara að skipta út togarunum, sko, strax þessi tækni kemur. Já, við erum ekki einu sinni að fara að skipta út vöruflutningabílunum sem keyra allan sólarhringinn landið með fisk, sko, koma á hann. Nei, líka, sko, þetta er bara ekki, þetta er hvergi að koma, sko. Nei, ég mæli líka alltaf með því, sko, þegar fólk er með svona hugmyndir að, sko, bara googla hversu, sko, mikið svona togarar kosta. Og svo líka þegar það er verið að tala svona byrðaflutninga eins og svona þessi stóru vesselar, sko, sem eru í að sigla yfir höfin með gámana, að þetta eru, sko, einhverjir, sko, margir miljardar, sko, og miljardar róna og það er bara, já, nei, við þurfum bara að skipta þessu út þegar batteri kemur fyrir þetta. Fyrst alveg náttúrulega er svo tekníki til, svo vantar allt lithium í þetta sem er náttúrulega líka óumhverfisvænt. Þannig að, sko, það er rosalega mikið í þessu umræðu eins og þú ert múin að rekja hérna sem að er sko ásér ekki stóður raunveruleikann. Já, minn punktur er nú aðalega bara ég bara að segja við höfum sérstöðu sem er engin vandi að afla fylgis. Við tökum bara hafa þá stefnu að við erum sérstöðu, hún er augljós og þetta er ekkert vandamál. En svo er alls plat í bókhaldinu, sko. Við erum að tala hvað þú miða við, losun í tónum per mann. Okay. Við erum slætt af því, við erum líka framleiðum mjög mikið. Við framleiðum 800-900.000 tonna ári. Við veiðum 1,3-1,4 milljónir tonna fiski ári. Við erum með 2,1 milljónir túrista ári. Auðvitað losum við mikið. Við erum líka framleiða mjög mikið. Og með mikla framleiðni og köflum eins og þessi. En svo er bara alls plat í bókhaldinu.
Hvað flytjum við inn mikið frá Kína? Við flytjum bara neysluvörur, sko, föt og eitthvað frá Kína fyrir einhverja milljarða á ári. Allir netið ekki. Við erum að flytja inn losun frá Kína, ekki satt? Norðmenn, þeir flytja mikið út á olíu og gasi, þeir flytja losunina út. Hún fer út í andrúmsloftið ekki heim í Noregi, hún fer í strannastaðar. Þannig að það er endalaust hægt að velta sér upp úr þessu bókaldi, sko. Svo hefur ég vel sko verið talað það að loka álverunum til þess að takast á við loftslagsvandann. Og ég hugsa alltaf með mig bara heldur þetta álverð ekki framleiða í Sádi-Arabíu eitthvað svoleiðis, eða í Kína, kolaveri í Kína. Þetta skrítinn málflutningur, en ég ekki að velta mér upp úr því. Við erum bara með stefnu sem í ógöngum og mun lendi enn alvarlegur ógöngum, verða fáránlega dýr, ég held verði aldrei framkvæmd vegna það verður aldrei samkomulega og við höfum augljósan annan kost sem að fókusa á loftslagsstefnuna okkar sérstöðu og berjast fyrir því og ég held að segja það verður ekkert vandamál að gera það. Já, akkurat. Hérna þá langar mig að taka annað. Sko, við erum það bil búinir að nefna þetta. Mér langar samt aftur að lesa þetta. Sko, einn lykilvandi loftslagsmála liggur í aðferðinni sem beitt og felst miklu leyti í því að minnka stórlega notkun jarðefnaeldsneytis. Aðferðin svo augljós og óhemjudýr fjárhagslega, félagslega og pólitísk fyrir flest ríki heims að augljósar hindranir stæði í veginum og yrðu að líkindum óyfirstígana ef látið er reyna. Sko, þú ert í rauninni búin að svara þess einhverju leyti. En út af því að sko, þú talaður hérna 2009 þá breytt pólitíska stefnu. Og mér langar svo að nefna út af því ástæðan fyrir ég nefni þetta er að sko, það eru margir aðrar stjórnar aðalar búin að koma að borðinu síðan að þessi stjórn var og hét sko, út af því að þú fylgist vel með þessum málum hvernig var þessu ekki breytt fljótlega eftir og er þessi stimpill eitthvað svona bara sem við ákveðum að yrði í kjölfar bara og þá er þetta bara þá verðum við bara í farabóti. Það beinlínis ákveðið 2009 að skipta út stefnunni og taka upp sömu stefnu og aðrir. Já, óháð sérstöðu okkar. Og við höfum viðhaldið henni síðan. Það er það sem kemur mér svo. Það eru 15 ár síðan. Já, svo náttúrulega, þá var náttúrulega einhver 5 ári í Parísarsáttmálann og eitthvað svona sko, skilurðu. En það er fyrir þessum mörgum árum síðan og það er sama stefna og hún er bara í algjörum ógöngum. Við erum svo fyrir langt frá því að ná yfirlýstu markmiðum, reyndar á það við flest aðra, skilurðu. En við erum nú þegar búinir að borga miljard fyrir svo kallar loftslagsheimildir út af Kyoto-bókurinni. Akkur í óskopunum vorum við því. Það getur Slóvakíu eða eitthvað. Já, með Slóvakíu. Hvað standa þeir í orkumálum? Hafa menn eitthvað pælt í því? Nei, og ef þú pælið í því þá bara má ekki tala um það eða hvað? Hvað skona, þetta ég bara skilit ekki. Þetta er svona að þetta sé afleiðingin af því að við stöndum okkur vel í orkumálum sem við gerum, svo er þetta að deila með við líka að losa mikið eins og ég segi það er að við framleiðum mikið og það sem skiptir máli er losum miðað framleiðslu en auðvitað erum við líka að losa helling og við erum neysluþjóðfélag og allt það dæmi en minna Indverjar og allir það dreymir að vera neysluþjóðfélag skilur við en við eigum bara að horfa á okkar hagsmuni og ekki bara það við eigum bara að horfa á hvað þeir eru augljósir og það sko að við sem að hafa loftslagsstefnu sem kosti meira en fyrir aðra það er náttúrulega mjög undarleg afleiðing af því að hafa verið að búa til endurnýjanlega orku alveg frá því upp úr 1930 er það ekki? Er það ekki alltaf skrítin afleiðing af þeirri stefnu? Að við þurfum að borga miklu meira hlutfallslega en aðri það er eitthvað sem er ekki í lagi þarna Nei Ég held að allir venjulegir Íslendingar skilji það sko Ég er samt með svari fyrir þig sko hérna ég einhvern veginn og ég tönglast á þessu mikið þessu hlaðvarpi sko þú pælir alls ekki í þessu mikið og ég en ég tel að réttrúnaðurinn hafi einfallega orsakað það að allar umræður erfið mál hafi verið ýtt til hliðar út af því að það hafa verið aðilar sem að hafa kannski ekki getu og bolmagn til þess að taka þátt í umræðum tekið yfir umræður og ég tel að þetta er til dæmis með útlendingamálin það hefur verið svona ákveðið bannmál ég var núna að yfirfæra forsendur síðastliðna 10 ára og síðastlið ár ef við viðhöldum sömu stefnu í útlendingamálum að það var Íslendingar minnihluti á Íslandi eftir 10 ár það er rosaleg breyting á íslensku samfélagi það getur vel verið að við séum bara ánægð með það við þurfum fólk inn í landið til þess að viðhalda
vextinum og þar fram til götunum, en þetta aftur á móti spurning sem við þurfum að spyrja ykkur bara hvað þýðir það menningalega. Við erum náttúrulega eiginlega, sérstaklega við sumarmánuðina, þá erum við líklega minni hluti út af því að það eru 280.000 ferðamenn í landinu hverju sinni. Þeir búið ekki hérna? Nei, þeir búið ekki hérna, en þeir eru hérna. En sko, út af því við erum ekkert með að koma inn á Trump. Þráttur að við erum að ræða saman hérna alþjóðamáli klukkutíma. En af því að þú varst að tala svo, hvernig mál getur orðið til? Við erum til að koma að því, sko. Örlar stundum á því hér á Íslandi. Við þurfum að hafa áhyggjur af rússneska hernum. Og ég hef aldrei skilið þetta af hverju, en það er svona, þetta kviknar við og við, og örlar þá svona, já, rússar eru ykkur ógn, hernaðar ógn í Ísland, svo framvið. Russians are coming. Já, eitthvað eins og sagt fyrir 89. Það líka við leiðum fyrir frá því áratugi, sko, langt aftur á síðustu öld, að ef að þriðja heimsstyrjöldin hefst, þá verður ráðist á Keflavíkurflugvöll. Þetta bara er eldgamul sannindi, sko. En svo er eitthvað meira, sko, eitthvað rússar komi hingað og ég veit ekki hvað er ég að gera, sko, en ég bara sagði það í nýliði grein, og sem ég finnst, sko, það stundum þarf að spyrja what's the fundamental issue, sko, hver er grundvallar spurningin, hvernig getur fólk sem kemst ekki klakklaust sveita héruð Úkraínu, hvaða afrek á það að vinna í landi í 4.000 kilometra fjarlægð, langt út á Atlantshafi, ég bara skil ekki þetta. Þú erum náttúrulega að fara fram hjá Evrópu eða lengst norður í hafi eitthvað. En enn og aftur við tengjumst strategískum hagsmunum, þessum eru Bandaríkjamenn að endurnýja flughlöð og fleira til að halda Keflavíkurflugvelli við, skilur við, og aðeins bæta ekki mikið, en halda því við, vegna þess og þú varst að byrja að tala Trump, sko, menn sem hafði Trump verið forseti og NATO er lagt niður, ok, maybe, en jável þó NATO yrði lagt niður, þá munu Ameríkanarnir vilja hafa aðgang að Íslandi. Vegna þess að þjóðaröryggi Bandaríkjanna er háð hlutum sem gerast hérna fyrir norðan okkur, sem hryggjar stikkið í kjarnorkuher Rússa, þó Rússa geti ekki neitt í Úkraínu, þá eiga þeir mörg þúsund kjarnorkuvopn og þeir geta tortínt Bandaríkjanum á 3 korterum, skilur við. Þetta mun aldrei fara úr huga Trumps og hans manna, skilur við. Þetta, en hvernig rússneski herinn á að koma hingað eða einhverju, hvað eiga þeir að gera? Taka Norður Kóreu menn bara. Já, þetta gengur ekki upp, sko. Ekki frekar en loftslagsstefnan, sko. Það vantar eitthvað mikið inn í röksendafærslunni. Nú er ég ekki að setja sig eitthvað algengt og þetta er ekki stefna stjórnvalda, sko, alls ekki. Mér finnst hún bara stefna íslenska stjórnvalda í öryggismálum bara alveg ljómandi fín og mér finnst mjög áhugavert hvernig íslensk stjórnvald hafa tekið Úkrænustríðinu og við hefum lagt bara heilmikið að mörkum þar og mér finnst það bara aðdáunarvert og íslensk stjórnvöld hafa bara staðið sér mjög vel í öryggis- og varnarmál. En áhrif Trump með Sýrland, með Ísrael, Gaza, með Úkraínustríðið, hvað er Ísland í þessu? Sko, því að þú ert kannski að lýsa, við erum hvergi í þessu, einhvern veginn. Nei, það skiptir ekki neinu máli í þessu sem þú ert að nefna, sjálfsög ekki. En við erum samt þáttur í samstarfi sem heitir NATO og ég meina og við erum náttúrulega rödd þar og aðili að því og höfum áhrif í gegnum það en hérna, já við færum úr NATO en enginn takk eftir því, sko, skilur og alls ekki Úkrænumenn til dæmis en við höfum mikla hagsmuni í Evrópu og ég vil að benda á það í þessum greinum mínum að sko takist að semja Úkrænu sem að líkurnar fara á vaxandi og það verið gert og Úkraínumenn látnir gleypa það sem þarf að gleypa að þá er þið komið til okkar og annar og það þið þurfa að koma með mikið fé hér þú þarf að láta Úkraínumenn hafa nægilega vopn og þjálfun og annað til þess að halda aftur af Rússum í framtíðinni og við þurfum að láta Úkraínumenn hafa fullt af peningum til að endurreisa Úkraínu þannig að þetta þurfa að koma til okkar, sko láttu stór reikningur en ég er að þeirri skoðum við eigum að borga við eigum að vera með þessu, þetta eru okkar hagsmuni við hefum mikla hagsmuni af stöðuleika og friði og fyrirsjáanleika í Evrópu og meginlandinu gífurlega efnahagslega hagsmuni. Það er hérna út af því sko hérna alltaf þegar maður les stríð þá og þetta var alveg aftur í síðari heimsstyrjöld líka og öll stríð þar á eftir þá er rosalega mikið talað það að sko fólksfjöldi hefði engin áhrif
því að tæknin var einhvern veginn búin að taka yfir og við erum alltaf búin að segja okkur það einhvern veginn að fólksfjöldi hafi síminni áhrif en svo alltaf þegar stríðin eiga sér stað að þá virðist að vera að fólksfjöldi hafi ekki kannski jafn mikil áhrif en ennþá rosalega mikil Stríð hafa tilhengi til að vera meira gamaldags en meðan halda sko. Já, nákvæmlega, ég held að þú hefði sagt þetta líka þegar við ræddum saman 2022 þegar ég var einhvern tímann að ræða að gervigreindi myndi taka yfir og eitthvað þannig en allavega, gervigreindi mun hafa mikil áhrif en það sem ég er að velta fyrir mér núna, sko, því að þú talar um það að við þurfum að borga reikningin, ég er alveg sammála, ég er Já, því það er okkur í hag Já, hlindur því að það sé stöðuleiki Evrópu hagsmunir okkar En nú er ég búin að vera að kynna mér líðþróun, ekki líðheilsu, þetta er líðþróun bæði í Úkraínu og Rússlandi og Kína. Og á öllum þessum stöðum eru eldri borgarar að fara að verða stór hluti af þjóðinni sem að þýði það að stórkostlegar breytingar eru að fara að eiga sér stað. Maður gerir sér ekki grein fyrir því Peter Sagan hefur skrifað um það að þetta eru svona forsendur sem við höfum ekki þurft að glíma við áður það er erfitt einhvern veginn að máta sig við þennan nýja raunveruleika en til dæmis ef að Kínverjar er að vera 600 milljónir eins og tekur dálítið tíma reyndar það er ekki meira 50 ár Já, gæti gert mikið í verðinu á 50 árum en allavega, halda ára fyrir ekki En miðað við þessa líðþróun að sko jafnvel þótt að myndi bara gerast á einum stað að vera þetta stórkostlegar afleiðingar á alla þróun á öllum þessum stöðum Þannig að líka svolítið út af því þú ert búin að tala um forsendur stöðuleika og fleira þar. Ég held að það verði rosalega breytingar áður en að við förum endilega að sjá einhvern stöðuleika og ég veit ekki eins og hvernig svo breyting mun koma til með að líta út sko. En út af þessum forsendum og út af því að stríður svolítið háð eins og ég var að nefna undir formerkjum fólksfjölda sko, er eitthvað sem þú sérð, er eitthvað sem við getum reiknað með að gerist, ef að Kínverjum fækka svona rosalega ef framferð sem horfir ef að Rússum verður búið að fækka svona rosalega sérstaklega af ungu fólki Þeim hefur fækkað mikið Já, sérstaklega ungt fólk sem er ólíklegri til þess að fjölga sig líka sem er þetta alþjóðlega vandi Já, það segir sér sjálft að eitt vandamál Rússa á mörgum í Úkraínustríðinu er að vanta mannskap ekki reyndar þeir eiga ennþá sko mannskap og marga Það vantar alveg sárlega fólk sem hefur menntun. Þeir eiga miklu erfiðleikum með að manna hergagniðina. Sko, það er einhverstað til rússnesku svona Silicon Valley, þá er hann í Armeníu. Af hverju? Vegna þess að fullt af rússum sem kunna á tölvur, sem kunna einhvað, hafa farið til Armeníu og búa þar, hafa gert í mörg ár. Það er svo mikil flótti frá Rússlandi, búið að vera lengi, mannöður. Og það er eitt vandamálið þeirra. Þannig að þetta er ekki bara tölur, sko, þetta er hvaða fólk hefur þau. Og ég minna að þeir treysta sér síðan ekki að fara í herútboð í þessu stríði. Á hverju treysta það? Er bara að pólitískum og samfélagslegum og fjárhagslegum aðstæðum. Þeir eru ekki að beita sér í þessu stríði eins og þeir hefði getað. Hvað var það mannfjölda, skilur þau? Þó þessi er búin að hórna ótrúlega mörgum mannslífum. Þannig að auðvitað hefur mannfjöldaþróunin eitthvað að segja, en hún tekur náttúrulega eins og ég sagði, tekur tíma og ég bara er ekki nógu mikil framtíðarspekulant til að átta mig á því hvað kæmi í staðinn, sko, hvort að við verðum með svona stríðin verða rekin eins og í Schwarzenegger myndunum, sko, robotum og svo missa menn stjórn á þeim auðvitað. Þannig að ég bara átta mikið á því, en auðvitað hefur fækkun fólks áhrif á þróun alþjóðamála, ef Kínverjar fara niður í þess að 600 milljónir eftir 50 ár, þá hefur það þetta heilmikil áhrif. Já, Indverjar eru nú eitthvað að taka við hana. Svo getur þeir Indverjar, ef þeir fá allar svona kæliskapa, það getur vel verið að þeirra líðþróun fara líka. Ég farið sko til Indlands, fór fyrst 2012, fór aftur 2015 og aftur 2018. Og bara á þessum sko bilum tók ég alveg, sko, ég var svona í fátækari á svæðum Tamil Nadu og fór svo reynda mjög víða, fór alveg upp til Mumbai og Goa og Kerala og allar staði. En ég tók eftir því að alltaf þegar maður kom á þessa nýju staði, það var alltaf rosaleg breyting. Miklu hraðari heldur en kannski maður hefur séð til með svo Íslandi og rosalega hröð þróun fram á við. Upphafsstaðurinn sko er þannig að lítil breyting er mikil breyting. Sko. Já, en það var samt, mikil breyting, það er alveg rétt sko, en ég held að ef framferð sem horfir að þá munu þeir taka mjög mikið framfæra stök. Ég kom til Rússlands á 10. áratugnum sko, þáttakandi í fiskveiði samningum og
ég var fulltrúi forsætisráðherra í því meðal annars og það var rosa breytingar sko, í Moskvu. Ég man þegar ég kom fyrst, það var 94 á öllum götuhornum voru menn að taka hérna bensín úr tankbílum. Það var ekki bensínstöðar sko. Svo að ég var að koma þarna reglulega ykkur á, svo allt í einu kemur og það bara allt í bensínstöðum sko. Þetta var horfið. Þú sér svona, það að því að upphafsstaðurinn þessi sko, þú keyrir út á horn og tekur bensín úr bensínbíl sko, svo komin bensínstöð með dælur og selur hamborgara og hvað sko. Þannig að þetta alveg rétt sem þú segir, breytingarnir eru svo hraðar og það eru miklu hraðar en hjá okkur en byrjunarreiturinn okkar allt annars. Bara eins og í loftslagsmálunum. Hérna, Albert, við fyrir nú að ljúka þessu. Sko, það sem ég var mjög hrifinn af þessu spjalli, ég var líka sérstaklega hrifinn af því út af því að ég held að séu allt, þetta ekki það sem hluti sem vorum að ræða einhvern veginn aðskildir. Þetta rosalega tengt og það sem að kannski mér fannst við svona varpa ljósi á, eða þú varpa ljósi á, var að hérna hvers konar áhrif mismunandi hlutir alþjóðakerfisins hafa á hver annan sko. Við erum ekki bara í þessum svona realísku blackball kenningum, þetta orðið miklu flóknara, en hérna sko, en í grunninn þetta blackball samt. Já, það er svona þegar öll á botning kvöld. En hérna ég ætla að leyfa þér að ljúka þessu á að þú dörgla að fara að nefna einhverja hluti sem þú ert búin að nefna, en langar að sko einhvers konar að þú fengir tækifæri til þess að ávarpa fólki sem að stjórna þessu, bæði ráðuneytin, stjórnmálamennina, nú eru 27 nýjir þingmenn sem hafa örugglega mismunandi kannski, eða mismikla þekkingu á þessum málum. Hvað myndirðu segja við þau í sambandi við það hvernig Ísland eigi að takast á við loftslagsmálin? Já, það sem ég var að nefna á, við eigum bara að vera ófeimin við að horfa á þau eins og þau eru og ófeimin við að tala fyrir okkar hagsmuni og benda á hið augljósa sem það að við erum alltaf með staðin aðrir og við eigum að hafa stefnu í samræmi við það. Mér fórst ég byrjaði að ræða það. Þetta getur verið upp á einhver allavega. Hérna. Svo óþarf áhyggjur í öryggi lands og þjóðar, ekki láta það fara að laupa með sig í gönnur, það voru maður bara með raunsæi í það og átta sig á þeirri miklu breytingu sem felast í því hvað Rússland orðið veikt ríki og er náttúrulega okkur í hag. Öryggi okkar hefur aukist alveg stöðut á lokum kalda stríðsins og hruni Sovétríkjanna. Hefur það aukist frá innrási Rússa? Já, því að Rússland orðið svo veikt ríki. Þá hefur mesta breytingi varð 1990-91 sko. Þá breyttist allar grundvallar forsendur en svona sumar þeirra voru svo koma tilbaka aðeins sko, eins og ég nefndi og endur í svo grúsinska herin og svo framvegis og þeir fóru inn í Georgi og svo farið inn í Úkraínu og menn held að þeir myndu rúla því málu upp og eitthvað svona svo gerðist það ekki þannig að veröldin breyttist aftur á þessu leyti. Já, það var náttúrulega rosalegt þannig þegar Putin opnaði brúnna yfir Krímskaga. Já. Það var svona átti að vera ákveðið tákmynd þess, hann keyrði hann sjálfur yfir á vörubílið mitt, átti að vera tákmynd þess að... Já, Bandaríkin hafðu samband við Zelenski og sagði þeim ekki að koma að ná í þig. Já. Breytti það sögunni, að hann hefði sagt hann að give me weapons. Akkurat, það góðu punktur, ég minna, maður er alltaf að fara á alveg fulleringar, en ég alveg með það á hreinu, ég man bara eftir honum, hann var hann með farsíman sinn, fyrir utan forsetahöllina og svo ég hérna ennþá. Við ætlum ekki að gefast upp, ég ætla ekki að fara. Þetta skiptir auðvitað miklu máli. Bara Churchill, Darkest Hour, sko. Hans persóna skiptir máli. Algjörlega. Albert Jónsson, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Þetta var eins og segi, ég ætla að segja að þetta hafi verið besta spjall okkar. Ég hef örugglega sagt það einhvern tímann áður, en kannski fullýri það bara með allt. Takk æðislega fyrir að koma, hafa það gott, þú ert frábær. Takk fyrir að bjóða mér.